Rússland í fréttum, það búið að vera náttúrulega í fréttum lengi, Já. en það var náttúrulega á laugardaginn síðasta þá var sérstök atburðarás eða frá föstudagskvöldi til laugardags eftirmiddags eiginlega, það var flautað af uppreisn í Rússlandi, þar sem að Wagner-liðar voru á leiðinni til Moskvu. Frá því að samkomulag var gert að leggja af uppreisnina, að þá hafa verið svona vangaveltur í fjölmiðlunum hvað þarna gekk á, og það furðulega var að það voru eiginlega töluðu allir með sama hætti. Þess vegna hef ég ákveðið að fá hingað að rauðaborðinu Guðmund Ólafsson hagfræðing. Velkomin. Takk fyrir. Rússnesku menntaður maður og rússnesku mælandi. Já. Og fylgist vel með í Rússlandi. Jú, maður reynir það, en það getur verið dálítið erfitt því að ég hef reyndar aðgangað 19 sjónvarpsrásum á rússnesku. En það bara eins og að hafa 19 ríkisútvarp. Já. Segja tóma þvælu, bara hinum megin frá. Já, svipað og manni virðist stundum vera hérna á Vesturlöndum að það er sama sagan sem allstaðar sögð. Já. Sömu orðum er það. Já, það er alveg ljóst að þessu stjórn af ákveðnum aðilum, það er alveg augljóst. Já. En ef við tölum er þetta uppreisn? Hvað er þetta? Tilraun til valdaráns? Hvað er þetta? Já. Það er nú svona upphrópanir en atburðarásin, þetta gerist mjög skyndilega og maður verður þá að velta fyrir sér þessum hópum sem eru þarna á ferðinni. Það er til að byrja með ég sé mjög gagnlegt að bera saman uppreisnina sem verði í Bandaríkjunum þegar uppreisnarmenn fóru inn í þinghúsið í Bandaríkjunum og síðan þessum atburðum sem bara gerast í Rússlandi. Í Bandaríkjunum var að ræða pólitíska uppreisn sem hafði pólitískt inntak og hún tengdist forsetakosningunum og Trump. En þessi uppreisn hefur ekkert pólitískt inntak. Þetta eru málulegar, þessi hópur sem hefur svona orðið til í kringum ýmis verkefni, til dæmis í Afríku og í Arabalöndum. Rússar hafa notað þessa hópa en það er ekki gott að segja hvenær þeir verða til. Þessir hópar, það hafa nú margir svona hópa verið til í Rússlandi. Þeir hafa yfirleitt verið kallaðir mafía og í Rússlandi eru að meðst okkur 3-4 mafíur sem hafa starfað undanfarin ár og við getum sagt að í kringum valdaránið í Úkraínu 2014 að þá byrja Úkraínumenn að herja á rússneska minnihlutann með vopnavaldi. Það er sem sé sprengjukast og stórskotalið sem herjar á rússneska minnihlutann. Já. Og þetta gerist strax eftir valdaránið sem er þarna í kringum 29. febrúar 2014. Hálfum mánuði síðar þá er atkvæðagreiðsla á Krím og það sem Krím búar velja það að vera innan Rússlands og töldu þá sig ekki bundna af stjórnvöldum í Kænugarði af því að það sem gerðist þar var valdarán sem var stjórnað að verulegu leyti af Bandaríkjamönnum. Vara utanríkisráðherra Viktoría Nuland og sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu. Þau voru stödd á Maidan torgi. Og það er annað líka mikilvægt sem maður kannski muna að allir uppreisnarmennirnir voru með grímu. Þeir vildi ekki láta sjá hverjir þeir væru, einhverjum ástæðum. En þetta valdarán, það leiði til þess að fólkið, minnihlutinn, rússarnir í austurhéruðunum og austur- og suðurhéruðunum, telur sig ekki bundið af lögum við þessa stjórn. Þeir sem sé fara í þessa atkvæðagreiðslu á Krím og síðan gerist það að í Donbass, þar að segja í Luhansk og Donetsk, að þá eru þar einfallega stofnuð ríki. Nú
Nú þetta komið svolítið langt í forsuguna af atbyrðu Laugardalsins. Jú, en þetta er svo mikilvægt. Þetta er bara nauðsynleg forsenda því að það sem gerist þarna er það að það er verið að svara árásum á Rússa og þetta hefur ofboðslega áhrif á Rússana sjálfa í Rússlandi. Og það eru margir sjálfboðaliðar sem fara yfir til Donbass að taka þátt í vörnum fyrir sína landa í þessum héruðum. Þetta varð ekki á Krím því að þeir voru einfallega búnir að afgreiða málið. Vesturlandabúar hafa haldið því fram að þessi valdataka eða ákvörðun Krímbúa hún hafi verið ólögra. Það hlýtur þá að vera vegna þess að þeir telja valdaránið löglegt og meira að segja sendiherra okkar Þeir gera það. Já. Það er eiginlega opinber stefna NATO og Bandaríkjanna. Já, þeir myndu ekki taka undir með það hafi verið valdataka. Þá er það bara þannig að þessi ríki, NATO og Íslendingar, telja valdarán löglegt. Og það er ágætis fréttir að vita það. Það er okkar stefna að vopnað valdarán skuli vera talið lögleg aðgerð. Og hvað eiga þá þeir sem eru undirrokaðir að gera. Nú, en þetta er þessi forsendurnar og upphafið. Já. Og það virðist vera að Wagner-hópurinn, hann myndist í kringum þetta. Það er rússar frá Rússlandi sem að koma að vilja styðja rússa í austurhluta Úkraínu sem er sjálfstæðis. Já, sem eru einfaldlega verða fyrir árás, vopnaðri árás af þeim sem kallaðir eru landar þeirra í Úkraínu. En hluthöldin eru nú þannig sjáðu að eftir því sem að málvísindamenn segir mér að það sé 30% rússnesku mælandi menn í Úkraínu eru raun og rússar. Það er voðalega lítið að marka tölur sem svona skráðir Úkraínumenn og skráðir rússa því að menn sáu hagsinn í því að skrá sig sem Úkraínumenn strax. En þetta er það sem er til dæmis forsetinn sjálfur, er nú til dæmis borin og bættur rússnesku mælandi. Já, en hann til þess að vera Úkraínumann samt. Já, en hans móðurmál er rússneska. Þannig að þetta og það er alltaf alveg ljóst að margir rússnesku mælandi styðja kenningarstjórnina. Það er bara þannig. En á þessum tíma þá komu sjálfboðaliðar frá Rússlandi og það virðist vera að mannum tækist að safna þeim saman í svona vopnaðan baráttuhóp sem að þeir kalla Wagner og þetta gerist undir stjórn Prigozhin sem er fæddur og uppalinn í Leningrad, hann er 62 ára núna og hann er svona smákrimi var dæmdur í 12 ára fangelsi og sat inn í 9 ár en hann auðgast á þessum tíma þegar að vestrænir hagfræðingar ætluðu að gera skyndi einkavæðingu í Rússlandi 1991 þá fengu auðir menn peninga frá Vesturlöndum og keyptu upp svo kallega vátsera en skyndi einkavæðingin hún fólst í því að hlutabréfum í ríkisfyrirtækjun var dreift til almennings og svo komu þessi menn og keyptu þessi hlutabréf fyrir slikk og þannig urðu þessi svokulluðu ólígarkar til moldríkir einstaklingar sem að eignuðust ríkisfyrirtækin í Rússlandi fyrir skít og priki og þetta gerist náttúrulega mestu leyti fyrir fjárhagsstuðning frá Bandaríkjunum og það var ekki bara það því að í kringum 1996 það voru kosningar í Rússlandi og þá lágu borðað kommunistaflokkurinn gamli inn í kosningarnar en til þess að koma í veg fyrir það þá sendu Bandaríkjamenn gífurlega fjárhæðir til stuðnings Jeltsín og hans fólki og það er vitað mál að dóttir Jeltsín og ráðherra sem var þá komið til valda Anatoly Chubais, hann var svo að segja engavæðingaráðherra að þessi tvö þau höfðu með sér
stóran hlut af þessari fjárhagsaðstoð sem átti að fara til stjórnvalda, til Jeltsin og Og stungu í eigin vasa. Hvað segirðu? Og stungu í eigin vasa. Stungu í eigin vasa, já. Og þetta fólk núna ekki lengur í Rússlandi, það býr annars staðar. Ég held að dóttir Jeltsin, Tatjana, giftist manni sem hét Dyachenko og ég held að hún búi núna í London og Chubais, hann hefur búið í Tyrklandi núna skeið. En þetta svona að á þessum tíma frá 1990 til 2000 þá sem sé þessi skyndi einkavæðing í gangi og hún gerist fyrir vestrænt fé aðalega frá Bandaríkjum. Þá það að Jeltsin Pútín kemst til valda og það verður megin verkefni Pútíns að koma í veg fyrir að þessi öfl nái tökum í Rússlandi. Og það Ólígarkarnir, já, og hann hefur þingið með sér, hann vinnur kosningar og hann hefur þingið með sér og hann setur þeim kosti. Hann segir við ólígarkarna annarkvæmt styðjið í rússneskt samfélag og fylgið stjórnvöldum eða þið verðið að fara. Nú þeir völdu það nokkurir af þessum ólígarkum eins og Abramovits, vinur Íslendinga með rétt og Ragnar með honum á vellinu minni sinni, Gúsinski og fleiri, það voru nokkuri sem fóru og ég man nú ekki nöfnin öll en það svona 10-14 ólígarkar sem fóru en aðrir það var ekki það sem að skilaboðin frá Pútín voru þau að þeir mættu auðgast í viðskiptum en þeir að láta stjórn ríkisins Já, ekki bara það. Þeir eru að sko láta arð af sínum störfum renna til fólksins að einhverju leyti og til dæmis Abramovits, hann byggði upp heilt hérað í östustu hérðum Síberíu. Var þar landshöfðingi? Var þar landshöfðingi einhvers konar? Já, og það gerir það verkum að Abramovits var ekki í sérstökum óvinahópi. En hann bjó í London og keypti fótboltafélag. En þetta með vera að muna eitt sem að aldrei nógsamlega tekið fram að Rússland ekki ríkt land þegar þetta gerist. Rússar eru fátækir, þeir höfðu þjóðarframleiðslu á mann sem stabil 40% á okkar þjóðartekjum á mann og ástæðan fyrir því að Sovétríkin hrundu var fyrst og fremst fjárhagslega. Það voru efnahagslegar ástæður fyrir því að þetta system gekk ekki upp. Þessi sósíalismi sem kallaður var í gamla Rússlandi á tímabilinu frá 17 til 91. Við getum sagt á tíma Stalins og þá hafi ríkt þarna einfallega terrorismi. Það voru einfallega manndráp sem voru lykilatriði og kemur í sjálfsögð náttúrulega ekki heiti það í stjórnmálum annað en það eftir Stalin sem við getum sagt að þá var að reyna að móta einhvers konar sósíalisma en hann var aldrei burðugur og niðurstaðan var einfallega þessi að það verður efnahagslegt hrun upp úr því sem Gorbatsjov reynir að búa til það sem hann kallar gegnsæi, glasnost og perestroika sem var endurbygging að þessar hugmyndir þær einfallega dugðu ekki og hugmyndir Gorbatsjov eins og það var mætur maður mörgur leyti þær lenda í strandi og þess vegna gerist það að Jeltsin kemst til valda og við völd í 10 ár og það þessi tími þegar vestrænir hagfræðingar þeir leika lausum hala og styðja rán ólígarkana á auði Rússlands. Já, og það hefur einn íslenskur hagfræðingur hælt sér að því að hafa verið í þessum hópi, Þorvaldur Gylfason og þetta gerðist undir stjórn Jeffrey Sachs sem var háskólaprófessor í Bandaríkjunum við Harvard
En eftir að þetta gerðist að það voru svona styrkjónum að meira og minna rænt af óbrútnum einstaklingum, þá hefur hann verið sakaður að hafa átt þátt í því, Jeffrey Sachs. Nú, hann var rekinn frá Harvard en hérna fekk aftur stöði í Columbia og mér sagt, fróðið mér segja mér, hann átti þakka fyrir að vera ekki settur inn fyrir það að hafa misfarist með styrkjafé sem átti að fara til Rússa. En ég þori nú ekki að fullyrða það, en það er allavega að Jeffrey Sachs, hann er svolítið mislitur. Það er erfitt að dæma hann, en ég hugsa að hann hafi nú verið að þessi góðri trú. En það sem gerist síðan er það að þegar að Putin kemst til valda, þá gjörbreytist ástandið. Hann er tökum á efnahagsástandinu og það gerist á 12 árum fram til 2012 að þjóðartekjur á mann í Rússlandi, þær fara langt upp fyrir til dæmis það sem er í Suður-Ameríku. Og núna til dæmis í dag þá eru þjóðartekjur í Rússlandi, þær eru tvöfaldar miðað við það sem er að meðaltali í Suður-Ameríku. Og hérna það land sem hann ærirna lengst Rússum í Suður-Ameríku er Síle, að þar er þjóðartekjur á mann 89% eða 90% af því sem er í Rússlandi. En að öðru leyti er Suður-Ameríka öll í klessu sem við sjá. Og þetta er mikill árangur og það verður að þakka það stjórn Pútins. Nú, hann kemst til valda þarna í gegnum Jeltsin, meira og minna fyrir tilviljun, og hann rétt náði kosningum í fyrsta sinn, en síðan hefur fylgi hans aukist jafnt og þétt. Og hann er frá Leningrad og hérna hann reyndar var borgarstjóri í Leningrad þegar hérna borgarstjórin Anatoly Sobchak tók hérna við völdum í kosningum sem var nýlunda en hann sem sé tók þátt í því að umbreyta borginni, meðal annars þá breyttuðu nafni borgarinnar og það er eitt af því sem að Putin átti þátt í að 7. nóvember 1991 þá var heiti borgarinnar breytt í Sankti Pétursborg. Og að taka nafnið Leningrad og breyta því í Sankti Pétursborg, það eru auðvitað ekkit annað en það er verið að sparka í kommunistaflokkin. Og þetta var nú svolítið skrautlegu ferill, en hann Sobchak sem hafði verið borgarstjóri, hann tapar í kosningum 1996 og hérna þá hröklast Putin frá völdum sem var borgarstjóri sem hann hafði gagnast þannig að hann studdi við Íslendinga sem byggðu þarna bjórverksmiðjur í skjóli Pútins. Hann var svona tengiliður vestræna viðskiptamanna inn í Rússland. Það var tvennt sem var hans hlutverk í Pétursborg. Hann sá útlendingamálin, Inostrandsjef sem kallað er, og ekki bara það, hann var líka sérstakur tengiliður stjórnvalda við mafíurnar. Og hann kom svolítið skikk á mafíurnar sem voru lékur lausum hala í Pétursborg. Nú en hérna eftir kostingarnar sem að Sobchak tapaði þá hraklast hann frá völdum og hann fer til Moskvu. Og hann hafði verið starfsmaður í KGB, hafði verið starfsmaður í Þýskalandi, en hann hraklast til Moskvu og strax gerður að yfirmanni og háttsettum manni þar og fer að starfa í tengslum við forsetaembætti með Jeltsin. Og það er þess vegna sem að hann er síðan skipaður háttsettum maður í hérna valdahópnum í kringum Jeltsin og hann verður þess vegna þegar að Jeltsin er orðinn fársjúkur og stutt eftir þá hérna er hann skipaður nánast forseti, en það er skömmu áður en að fara frá kosningar og þá kemur gamli borgarstjórinn Anatoly Sobchak, hann kemur frá París sem að hann var komin í útlag þar, hann kemur frá París að styðja við sinn mann í kostakosningunum þarna upp úr 2000.
sem að Pútín vinnur. Og síðan má segja að þeir hafa verið þarna saman í þessu bröldi, Jeltsin og Medvedev. Þeir eru báðir lögfræðingar sem hafa verið nemendur Sobchak sem ég nefndi á hann og báðir með doktorspróf í lögum og Medvedev, hann skrifaði doktorsritgerð hvernig það myndi gerast ef að Sovétríkin splundruðust upp og Rússland myndi skiptast upp í 5-6 ríki. Þetta var sérgrein hans í lagadeildin í Leningrad. Nú, Pútín aftur á móti, hann skrifaði doktorsritgerð alþjóðastjórnmál og viðskipti og þannig að þeir eru nú vel að sér mýmislegt þessi menn. Já. Og það er alveg eins og engin bjánar eins og sagt er. Já, það er alveg eins og sagt er við sjáum það í Bandaríkjunum að bandarískir háskólar eru þeir bestu í heimi að því sagt er og rússneskir háskólar eru líka margir mjög góðir. En svo er það þannig að það sem er lýðræði að þá virðast veljast inn á þingin mikið af minniháttar fólki. Við getum bara orðað þannig að inn á þingið veljast gjarnan margir vitleysingar. Þetta er öfugt við það sem gerist í háskólum. Það er Pútín kemstir valda í ólígarkaríki, sem að ólígarkarnir hafa rænt öllum auð landsins og hann kemur ykkur skikki á það og það er efnahagsbati og hann setur ólígarkarna á eitthvað bás og meðal þeirra er umræddur maður. Já, Prigozhin. Já, en hvernig stendur á því að Pútín setur ólígarkonum stóli fyrir dyrnar að einn þeirra kemur sér eiginlega upp engaher og er á leiðinni í lest til Moskvu? Já, það er vegna þess að þessi ólígarki, þessi smáglæpamaður sem að Pútín hefur ánæglega þurft að eiga við í Pétursborg á bilinu 1990 til 96. Já, við skulum segja, til 96 og sennilega að því að Prigozhin er sem sé Leningradbúi, smákrimmi þaðan sem þurft að sitja í fangelsi og svona, að Pútín hefur örugglega þekkt hann. Og ég segi ekki að þeir hafi vinir en við vitum það bara með stjórnmálamenn að það hangir utan á þeim alls konar svona skringilegu líður og það er alveg hér á landi sérstaklega stjórnmálamenn með mikil tengsl inn í mafíuna eins og Pútín var. Já, það er þannig og við getum nefnt dæmi hér á Íslandi ég sleppi því núna en það eru svona ýmis mál sem hafa komið þar sem þingmenn og valdamenn hafa verið tengdir svona heldur ljótum málum. Eitt það nýjasta nú að koma upp í tengslum við Íslandsbanka. En sennilega hafa þeir tekst Pútín og Prigozhin. Var hann ekki kallaði kokkur Pútín? Jú, hann snerist í kringum hann og hann átti marga veitingastæði í Pétursborg og Íslendingarnir sem að voru með bjórframleiðslu þarna þeir hafa örugglega þurft að skipta við hann, það er ekki nokkru afi því að bjórframleiðendur þurfa að selja sem bjór á knæpum sem Prigozhin rak og átti en það sem gerist í Úkraínu er það að þessi maður hann safnar til sín sjálfboðaliðum og myndar her, engaher. En af hverju? Af hverju fyrir maður sem á nokkur veitingahús yfir því að reka engaher? Það er vegna þess að hann hefur þekkingu á fangelsunum og glæpaheiminum og mér er sagt að stór hluti af þessum hermönnum eða baráttumönnum séu einfallega sóttir inn í fangelsin og þetta séu fyrir glæpamenn, margir fyrir utan að vera sjálfboðaliðar upphaflega en þeir hafi einfallega tengst Prigozhin og hann borgar þeim og þeir fá þarna hlutverk að berjast fyrir föðurlandið eins og það kallað
En svo... Til að byrja með var svona óljóst hver ætti þetta og ræki þetta raunverulega og söfnum það, en þú heldur að það verið Brekósinn allan tíman. Já, sko, ég held að hann eigi hugmyndina að þessu nafni, Wagner, og það er ekki gott að segja hvernig þetta byrjar, eins og ég sagði áðan, það eru margar mafíugrúpur til og hugsanlega á það eitthvað þátt í að þessi hópur myndast, en það er alveg áreiðanlegt að Prigozhin, hann hefur samband við glæpamenn og safnar þeim saman fólki sem hann hefur verið með í fangelsum og þess aftar, og þetta er svona míslitur hópur. En þeir fá þarna menn sem eru til í að fara í stríð og drepa fyrir pening. Já, og það er líka, sko, þannig er líka inn í þessum hópur ýmis konar menn með hugmyndir sem byggist á því að beita vopnum og valdi. Það er sem sé svona hægri öfgamenn og nýnasistar, þeir eru í þessum hópi, og það er eitt að einkenni á þessum her að þeir eru alltaf með grímu fyrir andlitið. Þeir vil ekki láta sjá hverjir þeir eru. Það er alveg eins og með frelsisbyltinguna á Maidan-torgi, þar sem allir voru með grímu. Og það er í tengslum þegar safna saman hópur manna til þess að fara til Donbass til þess að berjast með Rússum gegn Úkraínumönnum, og þá er það líklega blandaðst inn í það allskins þjóðurnis hugmyndir og annars. Já, en sko aðtugað það þeir verulegur hluta af þessu fólki var komið yfir til Donbass, og mjög stór hluta af þessum mann verið einfallega fyrir íbúar í Donbass. En Wagner hefur verið í Sýrlandi, víða í Mið-Afríku. Já. Og þú getur leikt þetta, ef þú ert eitthvað stöðar, stjórnarherra eitthvað stöðar, þá getur þú leikt Wagner til þess að taka þátt í þínum átökum. Já, og þar kemur inn, sko, þar koma inn tengslin við ríkisvaldið, rússneska ríkisvaldið. Þeir eru launaðir og þeim eru útöfu vopn til að fara í alls konar verkefni sem að rússneska ríkið skipuleggur. Og þá sjáum við, sko, að þeir sem eru valdhafar í Rússlandi, það eru menn sem að koma upp úr 2000. Þeir eru í tengslum við Pútín og það eru svo kallaði síloviki. Það er tengt orðinu síla sem hefur kraftur á rússnesku, og síloviki er einfallega kraftakallar. Þetta er svona svolítið lútusnúningur á gömlum heitum eins og mjensiviki og bolsiviki. Þá kallaði þetta sílovikar, og það er... Pútín var náttúrulega júdómaður og það eru nokkru júdófélagar hans í þessum hópi. Já. Þannig þetta eru svolítið kraftalegi kallar. Já, og þetta eru kallaði síloviki, kraftakallar, að því að þeir eru flestir frá Pétursborg, kunningjar Pútins og svona, og þessi menn, þeir eru gerðir yfirmönnum í öllum þessum svokölluðum kraftaráðuneytum. Þetta eru kölluð sílníministerstva, sem að þýðir bara kraftaráðuneytið eða þungaviktaráðuneytir myndum við kalla það. Sem eru þau ráðuneytir sem að kannski Sjálfstæðisflokkur myndi benda og að vilja í hérna heima, sem eru fjármálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og hvað meira? Utanríkisráðuneytið. Já. Það er bara þau sömu. Já, þungaviktaráðuneytin. Nú, þessir menn ráða þessum ráðuneytum og það er þessi hópur sílovika sem er lang áhrifamestur í rússneskri stjórnsýslu. Sem er innsti kjarnin eða innsti hringurinn í kringum Pútín. Já, og ég meina, og svona ef maður horfir yfir þennan hóp, þá hugsa ég að við hliðina á þessu liði að þá er Pútín eins konar friðardúa miðað við þessa menn. Hvað eru herskáir? Já, þeir eru mjög harðir af sér og sæknir sér og kalla ekki alltaf mjög sín í átökum. Herðu, en Wagner ferðast heiminn í átökum. Og að sumuleyti hefur það verið sagt hér á Vesturlöndum að þetta sé eiginlega hluti af utanríkisstefnu Rússlands, endurreisn heimsveldisins Rússlands sem að vill hafa ítök langt út fyrir landamæri sín eins og heimsvelda er síður. Þar leiðandi maður líta svo á að Wagner sé að reka utanríkisstefnu eða hluta af utanríkisstefnu Rússlands.
hugsanlega styrkjana. Já, en sko það sem að ber á milli það að þessi hópur hefur ekki neins konar stjórnmálastefnu. Þeir taka við launum og gera það sem þeim sagt. Og Prigozhin, hann talar, hann var bara þegar ég var að koma hingað, að þá heyrði ég svona af ykkur þar sem hann að tala, ávarpa, hann er náttúrulega að byrja að ávarpa þjóðina og þá var hann að lýsa sér eins og hann hefði farið út allan heim til að berjast gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þetta byrjaði að hljóma allt svona eins og pólitík. Já, sko, honum finnst það sjálfum, sko, en ég held það, sko, það er einfallega hlegið að því. Sko, ég hringdi nú í vinkonu mína sem býr í við ána Don í hvað heitir nú borgin aftur? Rostov. Rostov, þær tóku yfir. Já, Rostov og Don, ég vildi fá viðstöð hersins. Já, hún sagði bara að þessi menn væru náttúrulega föðurlandsvinir og þeir væru stríðshetjur og þeir væru bara að skemmta sér. Hún leit ekki á þetta sem neina uppreist. Enda held ég að það gerir enginn. Sko, þetta er ekki uppreist í sama skilningi og í Bandaríkjunum þegar þeir voru konur inn í þinghúsið. Það var pólitísk. Og ætlaðu að hengja pens? Já, og það var pólitísk uppreist. Þetta er ekkit svoleiðis. Ok, hvað er það þá? Þetta er fyrst og fremst það sem á sennilega stærstan þátt í þessu að fyrir nokkurum vikum þá mun hafa verið ákveðið í sílóvíkandir, segir þetta, þeir mun hafa ákveðið að leysa upp þessa hópa. Þeir séu orðnir óþægilegir og hérna þeir hafa bara ekki efni á því að reka þá. Og við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist en það er langlíklegast að Prigozhin, hann hafi einfallega átt að sjá þessu og hann hafi verið stillt upp vegg og hann hafi ákveðið að reyna einhvers konar mótspil og þetta sé hans mótspil. Sína mátt sinn. Já, enda segir hann sjálfur að hann sé fyrst og fremst í stríði við Shoigu og Gerasimov. Þar að segja... Sem er gamall vinur Pútins líka. Já. Þeir eru partur af Sílóvíki og hann segir að hann segja í baráttu við þá en ekki Jeltsin. Ekki Pútin segir fyrir geðu. Það er ruglað þessu saman allir eins og hver allt í graut. Já. Og er það þá afleiðing af því að svona kjarnin í kringu Pútin kemst að því að þeir eru búin að hafa það gagn af Wagner-sveitunum sem að hægt er að hafa. Nú sé komið tími til þess að leysa þetta upp, taka hluta þessu inn í herinn og undir svona venjulega stjórn og hætta þessu. Já, ég held að það hafi verið hugsunin á bakvið þetta. Að þeir sjáum fullega fram á það að það sé ekki gott að vera með svona apparat í gangi sem að þeir hafi ekki fulla stjórn yfir. En gagnrýni sem að Prigozhin kemur þó fram með sem er það að stjórn rússneska hersins í Úkraínu sé léleg. Já, það er... Að upphaf stríðsins hafi verið óráðlegt, að það hafi verið byggt á einhverjum hugmyndum stórsókn Úkraínumanna og Donbass, það sagði hann einu sinni. Já. Er þetta eitthvað sem er endurómur af gagnrýni sem að finna má í Rússlandi? Það er ekki gott að segja. Ég sjálfur þá átti ég alls ekki von á þessari innrás Rússa inn í Úkraínu. Ég fannst hún mjög óskynsamleg miðað við aðstæður. Ég hefði skilið ef að þeir hefðu gripið til vopna 2015 þegar að Rússar voru búin að gera samninga við Úkraínumenn. Það hefði verið samið í Minsk frið en síðan voru það stjórnvöld í Kænugarði sem stóðu ekki við samningana og héldu áfram að bombardera Rússa í Úkraínu. Já, og síðan hefur verið sagt hér fyrir vestan að það hefur aldrei staðið til þess að standa þessu samninga, þetta hefur verið að kaupa sér tíma til þess að byggja upp úkraínska herinn. Já, og það sýnir þá
hvað að ræða. Ég hefði skilið það ef að þeir hefðu beitt vopnum þegar ekki var staðið í samninga sem búið að vera skrif undir. En þú nefnir hérna kraftakallana og þeir séu svona harðari og Pútín séu svo friðadúa við liðin á þeim. Því það er hérna eitthvað fyrirbrigði sem er kallað herblokkarar sem ég veit ekki alveg hvað það sem að Pútín allavega mætti og hélt 3 tíma fund með einhverjum herblokkurum, en hann lítur að líta á það sem er raunverulegt afl í samfélaginu. Þetta eru allt saman hérna, fólk sem er eiginlega að segja að það vanti meiri hörku í stríðið. Já, það eru alls konar stuttbuxna sveitir til þarna eins og annar staðar. En semst Wagner gagnrýni hans, hún er ekki, hérna Bergoltsson, það er ekki það sama og má merkja á ólíkum áherslum í innsta hring Pútíns eða þessum herblokkurum. Þannig að hann er algjör svona bara loose cannon sem dinglar á dekkinu og skýtur allar okkur. Það er ekki gott að átt sjá því. Það er svo mikil ringurreið á málflutningi manna núna í kringu þetta og þú sér bara á Vesturlöndum þá eru fjölmiðlar nánast bara hlægilegir. En ég á von á því að þetta skýrist nú. Það er til dæmis eitt af því sem að stendur upp úr þeim að þetta sé stórkostlegur nekkir fyrir valdakerfi Pútíns. Hvað segir því? Það getur þýtt alveg þveröfugt. Hann sé einmitt að ná tökum á ástandi sem var orðið mjög hæpið. Og það er nú menn vísa til þess að í ávarpinu í hádeginu segir hann að þetta sé hérna föðurlandsvik og því verið refsað. Svo kvöldmatarleitið að þá er hann rólegur og það er gerður samningur að foringi uppreisnarmanna megi eiga góða daga í Belarus. Já, það er bara þannig að hann hótaði öllu illu og uppreisnin svokallaða hún konaði niður og þegar það gerist þá er Pútín ánægður. Ég sé nú ekki annað en að það sé styrkur í því. Já. Það sem er sagt hér, þetta sé upphafið að ég sá einn fyrirsögnin var og mjög víða reyndar, það er skrifað með sama tón í víða í fjölmiðlum á Vesturlöndum. Það var upphafið að enda Pútín. Þú myndir ekki draga þá ályktun. Já, ég sé nú bara Pútín er orðin 73 ára gamall og hann hlýtur nú að fara að draga sig í hlýjarfljótlega. Allt svona er náttúrulega bara einhvers konar óskhyggja og framhald af einhvers konar áróðri sem hefur verið búin til áður. Ég hef ekki mikla trú á því. En ég held hins vegar að þessi átök í Úkraínu þau hljóta að leiða til þess að það verður samið fyrir það síðar. Það getur ekki gengið að Bandaríkjamenn sem eru hinum yfir Atlantshafið sé að reka stríð í miðri Evrópu. Það bara gengur ekki upp. Fyrir það síðar þá hlýtur að því að koma að Bandaríkjamenn segja já, nú verðum við að semja. En það er erfitt að sjá hvað þeirri samningar eru. Úkrænumenn segja að ekki geta sesta samningaborðinu fyrir að rússneski herinn er farin af úkrænsku landi og þar með talið Krím. Rússar á móti segja að þeir get ekki samið nema ljóst sé að Úkræna verði hlutlaust land. Úkrænumenn segja að eina leið þeirra til þess að lifa í friði við hliðina á Rússlandi sé að gangi í NATO. Það sem Úkrænumenn segja þetta, það verður ekki friðargrundvöllur. Það er mjög einfalt. Það sem að mun gilda er það sem Bandaríkjamenn segja. Þeir vildu ekki friðarsamningana í Minsk og það sem þeir munu segja, það er það sem mun hugsanlega koma á friði. Þannig að stríðið heldur áfram þar til að Bandaríkjamenn telja sig að hafa haga friði. Það er ekki víst að þeir hafa hagað því en þeir neyðast hugsanlega til þess. Ýmislegt hefur verið sagt, það er að þetta sýni veikleika Pútíns. Annað er það að innrásinn og eiginlega bara allt sem að tengist Rússlandi sé bara afleiðing af einhverju sturlun Pútíns. Ef að hann segjum að hann myndur rakka upp að núna, hver tæki við sem... Það er venjulega í þessari aðferð að persónu gera hlutina.
það er til þess að þurfa ekki að rökræða þá. Já. Ég vísa öllum slíkum kenningum á bug. Hvað myndi gerast ef að Pútín myndi rökku upp af? Já, það myndi einfalda að vera valinn nýr forystumæður. Úr þessum einstakjarna? Að þessum líkindu, já. Það er að vísu, sko, Pútín hefur verið og þeir í þessum einstakjarna, þeir hafa verið að velja menn annar staði frá. Eins og Mishustin, hann er fjármálaráðherra, forsætisráðherra og hann er sko Moskvumaður og hann er ekki úr þessum hópi Silovika sem að voru. Ekki nema þessi orðin Siloviki núna í gegnum sína vinnu. En hann er af svolítið öðrum toga. Heldur en til dæmis Pútín og Medvedev. Þannig þeir geta valið einhverja og lyft til valda einhverju sem er ekki hluti á gömlu klíkunni. Guð mig góður. Það er eitt af því sem er líka einkenni á Rússlandi sem að gera það verkum að það er svolítið líkara Íslandi heldur en kannski mörgum Evrópulöndum. Það er 1000 ára saga og það til dæmis skiptir máli, það eru ættir manna. Sumir, til dæmis einn áhrifamikill maður heitir Naryshkin. Hann er að sömu ætt og móðir Péturs mikla. Sko, ættirnar eru lifandi í rússnesku samfélagi. Þetta er alveg eins og hjá okkur. Og þetta er í svona gömlum þjóðfélögum eins og á Íslandi og í Rússlandi og ég myndi að sér það að þeir geti ekki valið sér höfðingja. Það verði eitthvað vandamál, það er nánast fyndið. Nei, og það er ekki stefnubreyting og ef það verið stefnubreyting það er allt annað mál. Já. Það getur vel verið að það verði stefnubreyting að einhver leyti sko. Það er til dæmis eitt af því sem er augljóst mál er að í Rússlandi líki lýðræði. Þá verð ég að nota annað orð sem ég nota frekar, það ríkir svona flokksræði eins og hjá okkur. Mjög svipa kerfi. Nema að atkvæða sko, fjöldi á baku hvern þingmann í Rússlandi er miklu réttlátara heldur en hjá okkur. Við erum með bölvaða galla í okkar þingskipulagi. Og það er vafasamt talning líka í Rússlandi eins og Íslandi upp í Borgarnesi? Já, bara við höfum það. Það er allstaðar. En sko það sem að skiptir mestu máli í þessu er að Rússarnir eru með lýðræðissamfélag sem að kemur upp úr þessu þegar þetta losa sig við kommunisman þegar flokkurinn er ekki lengur með einveldi heldur er þing og hér menn kjósa til þingsvanaði þeimdur alls konar gallar á því eins og hjá okkur en það sem er aðfinnsluvert og það sem er gallað og það sem er verra heldur en hjá okkur, það er réttaríkið. Réttaríkið í Rússlandi er menngallað og það stafar af arfinum frá kommunismunum. Að skipun í dómstóla, þetta er tóm vitleysa og stór hættulegt. Það eru góðar kvikmyndir sem hafa verið gerðar gallana í réttaríkinu. Það er til dæmis kvikmyndin Levitsjan. Já. Algjörlega frábær mynd, það sem einmitt er lýst í hvað gallarnir við réttarfarið eru miklir og bæði Pútín og Medvedev sem eru doktorar í lögum þeir hafa báði listi yfir að þeir ætla að berjast fyrir umbótum á réttarkerfinu í Rússlandi. En þeir eru búin að vera við völd svolítið lengi og það er ekkert að frétta sko. Og þeir hafa ekkert gert. Nei, það er svolítið eins og hjá okkur. Þú þekkir þetta? Herðu, að því að þú ert nú hagfræðingur, þá er hafa menn haldið fram, ekki bara núna út á þessu laugadegi, heldur löngu áður, að kostnaðurinn við stríðið væri svo mikill fyrir rússneskt efnahagslíf að Rússar þola ekki þetta stríð og það geti fallið saman út af þunga stríðsins. Þeir ráðu ekki við þetta. Þeir ráðu ekki við að framleiða hergögn í þetta. Kostnaðurinn við stríðið er svo mikill að það verður efnahagsleg stöðnun og hvað segir þessu? Já, þetta er alveg eðlilegar hugmyndir held ég. Og það er alveg á samhátt eðlilegt að Bandaríkjunum ráð ekki við þetta sem þeir eru að gera. Þeir bera 75-80% af kostnaðinu við NATO
og ég hugsa þeir séu með 90% á kostnaðinu við hernaðin í Úkraínu. Já, ekki bara hernaðin heldur eru líka að raunverulega að styrkja Úkraínustjórn til þess að halda bara skólakerfinu gangandi og bara halda samfélaginu uppi, því að það náttúrulega er stríð inn í landinu. Já, og þetta er mjög dýrt. Og það getur vel verið að Rússar kikni undan þessum herkostnaði, en það eru menn sem halda því fram að þetta sé mjög að sliga Bandaríkjamenn. Herðu, maðurinn sem að fór í útlegð til Belarús, heldur að hann lifi lengi nú? Pútín hefur einfaldlega drepið andstæðinga sína? Já, það er að segja stofnanir sem að tengjast Pútín hafa drepið ýmsa sem hafa verið með múður. Já. Það er eins og annars staðar. Þannig við verðum að eigna honum ábyrgðina, eða ekki? Já, það er eins og annars staðar að þegar að bandarískir aðilar drepa með þá, við skulum segja að þegar að Julian Assange hefur verið settur inn, er það ekki á... Já, en það er bara svona, ég veit að Bandaríkjinn eru ekki barnanna bestir, en ef við tölum bara heldur að hann muni láta þennan mann vera? Já. Ég veit ekki, það er svolítið vafasamt. Ég hugsa að hann geti greitt á því að láta hann sprikla. Já. Hann getur alveg hægt að hugsa sér það. Það eru ýmsir sem að hafa verið óþægir sem að hafa fengið að fara úr landi. Við skulum segja til dæmis dóttir Jeltsin og Chubais. Þetta fólk hefur fengið að fara. Eitt af því sem hefur verið í fréttunum núna helgina og í dag er svona það að Prigozhin njóti svona einhvern svona alþýðuhylli. Þú kannast við svona myndir af fólki að taka selfie með honum, viðtöl við fólk í Rostov sem að segir að þetta séu föðurlandsvinir og eins og að... Við vinkona mín í Rostov, hún segir einfallega að þetta séu föðurlandsvinir sem hafi fórnað miklu fyrir föðurlandi og þeir líta bara á þessa stríðsmenn sem sína menn. Já. Í flestum löndum þá er svona meðal alþýðu manna svona óþol gagnvart stjórnvöldum, alveg sama þótt að það njóti stuðning eða fólk kjósi það, og ég bara efast ekki annað en að það sé sveitir Rússlands og smerri borgir og stærri borgir sé ákveðið svona óþol gagnvart valdunni í Kreml. Enga líku til þess að Prigozhin geti svona spilað inn á þetta, að hann sé vinur litla mannsins? Hann er einfallega ekki pólitísk. Ég veit að þú myndir ekki kjósa þetta. Nei, hann er bara ekki pólitísk fígúra. Hann er ekki með neina stefnu. Nei. Það er bara svolítið. Upp á hvað býður hann? Við getum sagt að þetta er svona svipað eins og með íslenska stjórnarandstöðu. Hún hefur eiginlega enga stefnu. Hún býður ekki upp á neitt. Samfylkingin þetta er ennsta fólk með 30% fylgi í skoðanakönnunum. En hvað bjóður upp á? Veist þú það? Æ minna, það er nú bara þannig að það er orðið erfiður að fá samfélgingafólk til að tala um pólitík, þau er svo hrættum að þið getur eyðilagt þetta. Ég held að þau ætla að halda í sér andanum í 2,5 ár. Já, það er bara, þeir studdu ekki Eflingu, þeir studdu ekki BSB, þeir bara styðja ekki láglaunafólk, það er bara þannig. Og tjá sig ekki yfirlýsingar Bjarna Benediktssonar flóttamenn, tjá sig ekki hvalinn, tjá sig yfirleitt ekki ágreiningsmál í samfélaginu. Ég get ekki séð að þeir hafi nokkur stefnu. Og þetta er í sjálf sér alveg það sama með hina stjórnarandstöðuflokkana, að þeir hafa enga sérstakar stefnu upp á hvað bjóða þeir. Guðmundur, þú ert að líka þessu fólki saman við stjórnenda Wagner-sveitana sem eru skilgreint sem terroristasamtök. Ég veit að í Rússlandi eru margir sem eru í andvígir stjórnvöldum. Það er fólk sem hefur bæði rithöfundar og hugsiðir sem að berjast gegn stjórnvöldum. Þeir eiga að vísu ekki í mörg hús að venda því að þessi stjórnmálaflokkar sem hafa verið í stjórnarandstöðu þeir hafa gufað upp og trénast og það er, ég veit það ekki, ég hef verið að binda vonir við ýmsar svona hópa en
það ekki björgulegt þegar ég fer yfir þessa flokka sem þeir eru flestir sko flokkar sem ná einhverjum krafti, þeir eru óðara konur í samvinnu við Putin. Við skulum segja til dæmis flokkurinn sem kallaði sig sósíaldemokrata, það er að segja flokkur Žirinovskis. Hann vann tölverða sigra, var komið með tölvert fylgi, Žirinovski, en leið og hann var búin að vinna sigur í kosningu og þá var hann komin í brall með Putin. Já, eins og gerist oft hér, menn þetta bara í bralli með sjálfstæðanum. Eins og sömur. Herðu, Guðmundur, þú talar svolítið umfjöllun í vestrænum fjölmiðlum og það eitt af einkennum þessa stríðs, að það ótrúlegu svona, verður mjög fljótt svona samhljómur með öllu sem það segir. Ég hafði sambandið í dag að því að ég hafði verið að fylgjast með fréttum svona helgina og tók eftir því að Blinken tjáði sig það sem hann var að túlka hvað hefði gerst, hvað þetta þýddi og svo var ég bara að flakka á milli í útastöða og smátt þá voru alveg sama hvaða sérfræðingur var kallaði til, hann talaði það sem að Blinken sagði. Ríkisútvarpið. Bara allir segja það sama á Blinken. Hvað að gerast í okkar heimsluta? Já, þetta bara stjórnað af Pentagon stjórnar umræðinni. En ekki stjórnar Pentagon hvað einhverju álitsgjafar í einhverjum héraðsfréttastöðum upp á Íslandi? Hvernig geraði það? Jú, það gerist þannig að starfsmenn í þessum fjölmiðlum eru yfirleitt illa launaðir og ekki mjög menntaðir, tala ekki mörg erlend mál, tala varla ensku og þegar þeir fara að segja fréttir þá hafa þeir ekkit annað heldur en New York Times og Washington Post og svo framvegis og þessa fjölmiðla hefur Pentagon sínu valdi. Þannig gerist þetta. Þetta eru fjölmiðla sem aldrei myndu fara gegn ríkjandi stefnu bandaríska stjórnvalda. Þeir bergmála það sem að þeim sagt og svo og enn síður í dag þegar þeir eru orðnir veikir og veikburðir. Já, það alveg rétt því að þessi fjölmiðlar, þessi prentmiðlar svokölluðu, þeir eru á svona fallanda fæti, ef við getum orðað þannig. Við sjáum til dæmis að CNN, þetta ég veit það ekki, ég á von á því að þeir fara á hausinn fljótlega. En þegar þú talar að Putin hafi verið góður fyrir efnahaginn í Rússlandi. Já. Það sögðu menn nú Hitler líka í Þriðja ríkinu. Það sögðu menn Erdogan í Tyrklandi. Akkurat. Þú segir þetta og þá farum við mikla skammir. Já, það getur vel verið, en þetta bara staðreynd. Og þegar þú ert tregur eða viðurkenna hér að Putin drepi andstæðinga sína, segir, að þá ertu skammaður líka fyrir það. Já, ég bara segi sem svo að stjórnvöld eru sökuð að drepa andstæðinga símun allan heim. Ég tek ekki svona sögum neitt trúanlegan sérstaklega. Ég líti ekki þannig á að það sé Biden Bandaríkjaforseti sem stendur á bak ofsóknir gegn honum Assange. Ég geri það ekki. Það sé ekki Biden? Nei, það er ekki Biden. Heldur? Já, þetta bara pólitískt ástand í Bretlandi og Bandaríkjunum. Það það sem leiðir til þessa, þeir sem ráða ferðinni. Kraftakallarnir í Bandaríkjunum og Bretlandi, það eru þeir sem ætla að drepa Assange. Og það dálítið langt gengið að þú dregur alltaf einhverja stjórnmálamenn til ábyrgðar. Það kann að vera, en ekki alltaf. Þannig að hryllilegt ástand í Úkraínu sem verið að eyðileggja landið eru átök kraftakalla fyrir vestan og austan. Já. Eins og ég sagði, ég átti ekki von á þessari innrás. Ég hefði getað skilið hana 2015 af því að það var í raun og veru þá höfðu menn ástæðu. En af hverju fara þeir þá inn kraftakallanir? Ég held að það sé pólitískt ástand í Rússlandi sem knýja á til þess. Það er að segja almenningur sér hvað er að gerast og þeir eiga fullt af ættingjum í Úkraínu og þeir vita að það er verið að sprengja upp allt í tætlur í Donbass. Eins og borgin Búkna sem að allir rúst. Svo segja til dæmis, nú koma
kemur fína góða fólki, það kemur hérna saman og ákveður að búa til skýrslu yfir tjón í Úkraínu sem Rússar eiga að borga. Þá segir maður, hvaða tjón er það? Jú, það er yfirleitt byggingar sem að Rússar hafa sjálfur byggt og Úkraínu sprengt. Já, nú Rússar að fara að borga það aftur. Ég þekki ekki. Þetta er þvæla. Sko, þú sér sko að þetta valdafólk sem kom hingað, það tekur þátt í einhverjum skrýpaleik sem er bara þvæla. Í miður. Og okkur er svolítið óljóst hver er raunverulega þráður þessara sögu. Jú, þetta er bara eitthvað áróðsrugl. Og þú meira að segja almenningur sko, hann finnur að það er ekkert á baku þetta. Almenningur á Vesturlöndum. Hér á Íslandi. Og ég veit ekki, það Íslandingar eru nú heldur svolítið ginnkeftir fyrir því sem þeir heyri í sjónvarpi. Herra Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og ræða þennan skrýtna laugardag og hvað með löngu forsögu að baku þann og hvernig má túlka hann. Takk fyrir.